Já, gleðilegt sumar og gleðilegan afmælis vísindadag. Ég ætla að tala salmonellu og kampýlóbakter í dýrum og mönnum. Þegar ég fór að undirbúa þetta þá var ég komin upp í glæru 20 og þá var ég ennþá í sögulega hlutanum. Þannig að þetta verður sögulegt yfirlit. En allavega, þetta salmonellu og kampýlóbakter eru súnur og súnur eru það sem að kannski menn eru svona mest mikið á verði gagnvart. Súnur eru sjúkdómar eða sýkingavaldar sem smitast á milli manna og dýra með náttúrulegum hætti. Það í gildi sérstök súnureglugerð og hún hefur þann tilgang að sjá til þess að súnur og súnuvaldar og tengt þol þeirra gegn sýklalyfjum sem rauninni það sem kannski vaxandi áhersla á og við heyrum meirum á eftir sé vakta á réttan hátt. Salmonellu og kampýlóbakter eru súnuvaldar, það eru súnubakteríur og enn þann dag í dag þá er þetta einar algengustu ástæður matarsýkinga í Evrópu. Aðeins fyrst bakteríurnar sjálfar. Þetta eru salmonella, þetta eru enterobakteríur, gramneikvæðir stafir, hreyfanlega bakteríur, sjúkdómsvaldandi dýrum og mönnum, geta valdið einstaklings- og hópsýkingum. Það þarf talsveit mikið magn til að sýkja. Það talaði infectious dose og talaði að það þurfi 100.000 bakteríur per gram matvæla til að sýkja, sem svolítið há tala. Það í rauninni, það talaði þetta sé ein tegund, Salmonella enterica og 7 undirtegundir, 2200 sermisgerðir og enn þann dag þá eru sermispróf eða mótefnapróf notuð til þess að greina til þessara sermisgerða. Algengast hér á landi Salmonella typhimurium og Salmonella enteritidis. Þetta eru í rauninni, þessar bakteríur hafa náttúrulega heimkynni í jarðvegi, vatni, fóðri, meltingavegi dýra. Dýr eru oft heilbrigðis smitberar og það til dæmis út af því ákveðin hætta á krossmengun við slátrun að smita geti mengar hreint. Salmonella einangruð með sérhæfum valætum. Hún ræktuð við kjörhita til 37 gráður, drefst við 70 gráður. Hún svona baktería sem er mjög auðvelt að rækta. Hún vex við loftháðar og loftfirrðar aðstæður og auðvelt að rækta, lifi lengi og lengi hægt að ná henni og rækta hana á sínum. Það sem rækta hér á Keldum, við höfum ræktað salmonellu úr ýmsum dýrategundum hér á Keldum. Við ræktum mest af og eigum mest af í okkar stofnasafni salmonellu sem hefur ræktast úr alifuglum og svínum og það þá í rauninni í tengslu við framleiðslueftirlit. Og það getur verið og það getur líka verið ryk og annað úr húsum. Síðan eru það stök sjúkdómstilfelli eða jafnvel faraldara það sem hefur ræktast úr hrossum og sauðfé, hundum og dúfum. Þetta svona í gegnum tíðina þetta örfá sýni. Aftur á móti var það regla að þegar lögreglan kom inn að reglulega keyrandi til okkar með slöngur í töskum sem hefur verið gjarna lifandi sem hefur verið upprættar í einhverju greni út í bæ að þá ræktaði salmonellu því. Og það ennþá þannig að það bannað að flytja skriðdýr og virðist vera menn sem það mjög einbeittur brotavilji þar og fólk notar þetta fyrir. Fólk notar þetta fyrir gæludýr og ég man eftir einu sinni fengu sýn úr einhverju risastóra eðlu sem var veik og það ræktaði salmonellu henni og þá fylgdi sögunni að hún svaf upp í rúmi hjá eigendanum og eigandinn var að vinna í matvæliiðnaði. Þannig að þetta svona ekki mjög huggulegt. Kampýlóbakter, það heil ættkvísl kampýlóbakter, þetta eru gramneikvæðar staflaga bakteríur, granni, bogni, gormlega stafir, þetta svona tala þetta síðan svo mávalögun. Það eru líka hreyfanlegar eins og salmonellur og það svona hluta því sem að eykur sýkingamátt baktería, það ef það geta hreyft sig og komist og bæði salmonellu og kampýlóbakter eru hreyfanlegar. Sjúkdómsvaldandi í dýrum og mönnum geta verið það margar tegundir. Kampýlóbakter jejuni algengasta orsök sýkinga í mönnum. Kóli og lari eru sjaldgæfari. Fetus hefur greinu við öðru hvoru og smitandi fósturláti í sauðfé og það getur valdið smitandi fósturláti í nautgripum líka. Þarna eru meltingavegurinn líka náttúruleg heimkynni. Alifuglar eru náttúrulegir hýslar og eru heilbrigðir smitberar.
Kampýlóbakter finnst í vatni og það eru ákveðnar kenningar að það lifi þar í amöbum. Kampýlóbakter er gjör ólík salmonellu, það þarf að rækta á sérhæfðum valætum, það vaxa við örloftháðar aðstæður, það er erfitt að rækta, drepast fljótt og sýni þurfa að vera mjög fersk til að við náum að rækta orðum og þess vegna skiljum við ekki hvernig þetta getur verið svona mikið vandamál bara almennt í matvælum og í náttúrunni og í alifuglaframleiðslu og öðru með hvað mikið mála að halda þeim lifandi. Það sem við höfum alveg ræktað hér á Keldum er það mest í júní sem við finnum og í tengslu eftirlit og svo í fósturláti fetur. Nú það eru í dýrum hafa komið hópsýkingar af völdum salmonella. Það eru 2002 þá drápust ær í Skagafirði og það er talið að það hefur verið mengun í beitarhólfi eða í drykkjarvatni og þetta voru bæði ær og lömb sem var lóað og einnig mjólkurkú var lóað líka. 2008 er kannski nýjasta dæmi, þá fóru hross að drepast á Kjalarnesi og þetta er eins og alltaf að gera svona annarkvort í jólin eða í sumarfríum, þetta var bara Þorláksmessu sem allt var á hvolfi við að Gunnar maður það fór alltaf hvolf þegar allir voru að færa jólafrí og þá voru þetta í rauninni, það voru 44 hross í beitarhólfi á Kjalarnesi, 38 veiktust og 27 drápust og það er talið, er það ekki rétt munið að þetta hafi verið vatn í hólfinu sem að smitaði. Þannig að þetta er klárlega þarna getur, þó að þetta sé kannski 8-10 bara í stökum dýrum, þá getur þetta valdið hópsýkingum við sérstakar aðstæður. Hópsýkingar í mönnum, það eru það sem að komu upp þegar maður fór að kíkja, það var rjómabollu sýkingin, það var 1996 endurrititis og þá man ég eftir því að ég man ekki hvort það var 20.000 meðlans verða velta fyrir sig hvort það getur verið í eggjum og við skoðum hér endalaust egg alveg 1000 saman og fundum aldrei salmonellu í eggjum og það hefur aldrei fundið salmonellu í eggjum á Íslandi. Þetta reyni ég að segja tengdadætur mínu þegar við líka heimalagan ís með að reyna vona barni það er svona viðvörunni hér þó að ekki að borða neitt með hráum eggjum en allavega íslenska egg við höfum aldrei fundið salmonellu og síðan var hitt tilfelli, það var jöklasalat og þá kannski erum við aðeins svona komið inn á það því að það er svo mikið alltaf að vera að tala um ógnina af kjöti að hitt og þetta getur borist til landsins og í menn með kjöti en grænmeti er kannski svolítið óplæður akur og þegar maður skoðar hópsýkingar síðari ára þá er það mjög oft tengt grænmeti. Duldir faraldra líka og það meðal annars var núna það eru svona greinilegar hópsýkingar en síðan eru fleiri og fleiri dæmi dulda faraldra í heiminum og það er ekki fyrir fólk fyrir að horfa tilbaka og fyrir að skoða þá fyrir það átt að segja því að kannski og sérstaklega eftir að byrja að vera raðgreina og heilir raðgreina bakteríur að þá sést ákveðið munstur og þá fer það að sjá sömu bakteríuna á svipuðum tíma á mismunandi stöðum og þá er það í rauninni skilgreint sem faraldur en bara dulinn faraldur og á síðasta ári að þá var það monofasísk salmonella typhimurium einlendum uppruna sem að ræktaðist úr 8 einstaklingum. Hún ræktaðist líka úr 3 hrossum og 2 sýnum úr sláturhúsi. Þar var annað sýni var eiginlega eftirlitssýni í tengslum við hrossaslátrun. Heiliraðgreiningin þetta er nokkurs konar fingrafaragreining þannig að hún er mjög gagnleg til að greina faraldra jafnvel í fleiri löndum og þetta er kannski það sem er númer 1, 2 og 3 í dag. Og það sýndi sig þegar þetta var aðgreint að flesti mannastofnarnir voru að sama uppruna, ekki allir samt og einn mannastofn var að sama uppruna og hrossa- og sláturhúsastofnar. Það er en upptökin eru óþekkt. En þetta svona sýnir okkur að það er og kannski eru fleiri þegar væri farið að horfa tilbaka þá myndi kannski fleiri svona duldir faraldrar koma í ljós. Þetta hefur allt og lítið verið rannsakað og þetta eins og allt annað strandar á peningum. Það er bara alltaf þannig.
Síðan kannski það sem að við snerti okkur mjög mörg hérna á sínum tíma, það var þegar kom upp kampýlóbakter faraldur á Íslandi í mönnum. Og það hefur verið þannig að fram til 1996 þá var eingöngu leyfilegt að selja frosna kjúklinga. Og 1996 til 1999 að þá aftur á móti hafði þessi banni verið aflétt og hlutfall ferskra kjúklinga á markaði ókst jafnt og þétt. 1996 eru ferskir kjúklingar á markaði undir 5%, 1999 þá þetta komið upp í 60%. En menn kannski umgengust hráefni og vörun á sama hátt og það hefur verið gert áður og það var ástæða fyrir því sem síðan gerist. 1998 til 2000, akkurat þarna eftir, að þá fer að bera, þá var eiginlega faraldur í mönnum á Íslandi, þar sé að það var mikil aukning kampýlóbaktersýkinga í mönnum. Þetta var að innlendum uppruna fram að því að kannski þarna og lengi vel var það þannig að kampýlóbakter og salmonellusýkingar voru svolítið skrifar á að það vera á erlendum uppruna, en þetta var klárlega innlendum uppruna og þetta var rakið til neyslu á ferskum kjúklingum. Og það má eiginlega skrifa kannski þennan faraldur á vankunnáttu neytenda. Og það var hérna í framhaldi af þessu, þetta var svona ákveðin panik og það þurfti að gera eitthvað og það var settast að verkefni sem hann kallaði Sifjarverkefni, því að Sif Friðleifsdóttir var það ráðherra og setti peningi í þetta. Og þetta var samstarfsverkefni sem var nokkuð konar viðbrögð við þessum faraldri og þetta var samstarf hollustuverndar, embættis yfirdýralæknis, landlæknisembættis, sóttvarnalæknis, sýklafræðideildar LSH og Keldna. Og það hlutverki var að kanna útbreiðslu kampýlóbaktersmits í umhverfi, í matvælum og í mönnum og leita leiða til að fyrirbyggja kampýlóbaktersmit almennt. Og á Keldum að þá í rauninu það kom í okkar hlut að rækta kampýlóbakter úr húsdýrum og villtum dýrum. Og það var tekið sýni úr 15 dýrategundum, kampýlóbakter ræktaðist úr 11 dýrategundum, ræktaðist ekki úr 4 dýrategundum, ekki úr hundum, köttum, músum og rjúpum, þannig að við eiginlega komst að því að mýs væri kannski bara hollasti maturinn. Þær þarna tegundir sem við greindum voru Jejuni, Coli, Hio intestinalis og Lari og Jejuni fannst mest og Jejuni, Coli fannst frekar í svínum eins og er það sem er almennt í heiminum og þær ályktanir voru dregnar að kampýlóbakter er algeng í lífríkinu, finnst í eldisdýrum, villtum fuglum, yfirborðsvatni og frárensli. Það er mikilvægt að fara varlega við meðferð á matvælum, sérstaklega alifuglaafurðum, ómeðhöndluðu yfirborðsvatni og ógerilsneyddri mjólk. Og það er kannski ágætt að minna á þetta því að nú er hrámjólk að vera mjög inn. Það er eitt af því sem er að vera mjög inn á Íslandi. Það er hrámjólk. Og þá er þessi ógn alveg klárlega fyrir hendi. Og þetta þarna sést tíðnin eftir þarna dýrategundum. Nautgripir eiginlega unnu þetta mót, þetta fannst í 100% nautgripa hérna fundu við kampýlóbakter, minna í sauðfé, samt minnum að við hefum síðan skoðið sauðfé svolítið seinna, þá fundum við miklu meira, en þetta klárlega finnst í meira og minna í öllum dýrategundum. Og þarna eru til dæmis kjúklingar, þetta eru þá eldishópar eða einingar sem er tekið úr og þarna sjá þetta eru kannski 20% þeirra hópar sem eldishópar kjúklingar sem var skoðað. Síðan í rauninni í framhaldi af þessu þá var svona fórasta aðgerði hér og eitt af því sem var meðalans gert það var þarna hver eldishópur fekk ákveðið númer og það var fekk rekjanleikanúmer, ákveðin rekjanleiki komin á og sett í ganga aðgerði til þess að reyna að hindra þetta. Og Ísland er lítið land og við erum þarna, það er allt mjög vel skrásett hér, það er mjög algengt, mjög auðvelt að nálgast allar upplýsingar og það var eiginlega til þess að það var sett í gang hér á landi verkefni sem var eiginlega þess að var stjórnað af Norman Stern, Bandaríkjamanni og þetta var samstarf vísindamanna frá Íslandi, Bandaríkjunum, Kanada og Svíþjóð og þetta var amerískur styrkur og þarna og þetta verkefni þarna var það var í rauninni heitaði var Sources and Risk Factors for Campylobacter in Poultry and Impact on Human Disease in Closed System og það var tekin sýni
af mönnum og dýrum. Það var tekið mjög mikið af alifuglar sínum og talið og metið magnið. Það var metið áhrif þess að frista, þetta var borið saman við veðurfarsupplýsingar, landfræðilegar upplýsingar, gert áhættumat og annað og alveg endalausar niðurstöður sem komu þessu. Og það við getum sagt að það ýmislegt sem við lærðum að þessu Campion Ice verkefni, já, lendur uppi, já, fyrirsögnin, en lykilatriði það sem kallað biosecurity. Og ég fann ekkert eitt íslenskt orð yfir það er hreinlæti og smitvarnir. Það númer 1, 2, 3 og 4. Og það sem að virðist vera í alifuglaeldi að það er þannig að það er reglur það hvað mega vera margir fuglar á fermeter og fuglarnir stækka og það er kannski mjög freistandi að taka hluta af hópnum út og láta hina stækka meira til að það verði samt ekki á þröngt á þeim og það er einna mestu áhættu þáttunum á því að þú kannski verið með kampýlóbakter, tekist að halda kampýlóbakter út úr húsinu fram að því en leið og ferð að fara inn með búr, taka hluta fuglunum út aftur og þá getur það bæði stressast fuglarnir og þú getur verið að bera nýja bakteríur inn og annað og þetta er rauninni ein aðal ástæðan fyrir mögnun á smiti virðist vera. En allan og eftir þetta þá hefur þetta algjörlega verið reglan á Íslandi. Það er allt inn, allt út og þrifið og sótthreinsuð á milli. Og búrin eru sótthreinsuð, það var líka eitt sem að koma í ljós að það var að bera smitt bara á milli með menguðum búrum. Vatn meðhöndla, aldur sláturfugla skiptir máli, sérstaklega við sumarið þannig að það farið að slátra yngri fuglum. Það virtist vera bara hver dagur sem bættist við eykur hættuna á því að fuglarnir verði jákvæðir. Síðan það sem var farið að gera hér, það var farið að það var sett á fristregla sem er alveg sér íslenskt fyrirbæri. Það var svo regla að ef að greinist kampýlóbakter í eldishóp fyrir slátrun að það á að frista allan hópinn. Frysting drepur bakteríur, drepur þær ekki alveg, en það eitt af því sem að verkefnið hafi sýnt fram á að við frystingu að þá minnkaru, það fækkar bakteríum á kjúklingnum og þá eru meiri líkur þú sett komið niður fyrir þetta sem er kallað smitandi magn eða infectious dose. Allavega, þetta hefur verið gert á Íslandi allan gang, já, alveg síðan að þessi faraldur var, getum við sagt, eða eftir hann og þetta vekur, maður verður alveg varfið það þegar maður fer erlendis, þetta vekur mjög mikla athygli hvernig geti þetta, hvernig tekst ykkur þetta, akkur er þetta hægt hjá ykkur, þetta er ómögulegt hjá okkur, segja menn í öðrum löndum og konur, en í rauninni hérna lykillinn er þetta fjárhagslegu hvati fyrir framleiðendur. Það virðist hvergi vera framkvæmanlegt annars staðar, það er að segja að þú færð minna fyrir frosið kjöt heldur ferskt. Það er bara peningarnir tala, það er alltaf þannig. Þannig að hvatinn er hjá þeim sem eru að framleiða fuglana, þeirra fjárhagslegi ávinningur er að halda kampýlóbakter út úr húsunum hjá sér. Og síðan það eitt af því sem náttúrulega kom í ljós þarna líka að því að þetta var fylgst með svo mikið og svo lengi var það að maður gæti séð það að það fór ómengaður fugl inn í sláturhúsið en það tókst að mengan í sláturhúsinu ef það hefði verið slátrað smituðum fuglum á undan og það sem er gert í dag er að það eru tekin svörsýn úr öllum alifugla hópum eins nálægt slátrun og mögulegt er það tekur 2 daga rækta þannig að það er reynt að setja í ræktun 2-3 dögum fyrir slátrun þannig að hafi rauninni rauntímastöðuna getur við sagt og ef það finnst jákvæður hópur þá er endur raðað sláturlínunni þannig að það þá reynda að slátra síðast í vikunni þannig að þetta þrífa slátur og svo eftir. En allan að þetta er rauninni og þetta er svona rekjandi kennitala fuglana þannig að maður getur farið út í við sem vitum getum farið út í búð og við getum nákvæmlega séð hvaðan fuglinn er og hver staðan er á honum.
Ég get líka sagt ykkur það, þegar allur faraldurinn var í gangi og þegar kjúklingar hröpu í verði, að það keypti enginn meira kjúklingum heldur en við sem vorum að rækta úr þeim. Því að við vissum að bara með að meðhandla matvælinn rétt og það var engin hætta. Það sem var gert líka, það var því sem var mun á hreinlæti og biosecurity, þetta var það sem í rauninni var sett í gang. Þetta er í rauninni bara við inngangi í húsin. Þetta er nú mynd frá Röff Lóman sem sýnir það í rauninni að þó rauða línan er neysla á kjúklingakjöti og síðan í rauninni bláa línan eru tilfelli í mönnum af innlendum ástæðum og það sést að það hrynur leið og frystireglan tekur gildi. Að mínum að þetta er fræðsla mjög mikilvæg og það á að halda fram að fræða fólk og það var sett í gang þarna herferð og mjög skemmtilega grafískar myndir sem voru notaðar í henni og þetta gildir alveg mikið í dag eins og það gerði þá og þetta gildir bara almennt matvæli, ekkert bara kampýlóbakter. Og það er bara þannig að smithætta er hverfandi, hráefni er meðhöndla rétt. Það er í rauninni það sem og mér finnst að vera svolítið bara ábyrgð neytenda að meðhöndla matvæli rétt. Það sem var alltaf vandamál, það voru topparnir á sumrin. Þó að tækist að ná niður kampýlóbakter, það voru alltaf toppar á sumrin. Og eitt af það sem við lærðum líka var að það er mikilvægt að halda flugum úti og flugnanet á eldishúsum. Þau minnka kampýlóbakter smit í eldhúsunum. Svo náttúrulega ýmislegt sem að það er svona undarleg staðreynd að kampýlóbakter toppur í mönnum var gjarnan á undan kampýlóbakter toppi í fuglunum og voru mennirnir þá smita fuglana eða hvað. Það var einkenningi var svo að þetta hefði borist með frjóvguðum til landsins. Það var sýnt fram að svo var ekki. Áhættumat, það var einn áhættu þáttanum virtist vera nála við nautgripabú og hvort að þá flugur eru þar tengiliðun þar á milli að þær komast í kúaskít og síðan en allan að Röff Lóman sem var nú mikill Íslandsvinur og var að líf og sáli í þessu verkefni og er ennþá líka við að hann bara sjálfur fór að aðstoða menn við að setja upp þessi flugnanet og hann í rauninni, þetta glæra frá honum þar sem að hann í rauninni sýnir fram á það að á tímum þar sem að kíkir á screen years neðarlega að þá sjáum við neðsta línan að þá tekst að minnka í rauninni kampýlóbakter í eldishúsum til viðbótar við allt annað, þá nærðu því ennþá meira niður smitinu með því að nota þessi flugnanet. Og hann er ennþá að berjast fyrir þessu og eitt af því sem að hann, staðan í dag, það eru strangari reglur, strangari eftirlit með salmonellu og kampýlóbakter í íslenskum matvælum enn í nágrannalöndunum. Ísland er eina landi sem bannar slátrun á salmonella menguðum fuglum, þar sé að ef það greinist í eldi hér þá fuglunum fargað sem er náttúrulega fjárhagslega erfitt fyrir þann sem er á þann fugl. Þetta er eina landi sem það er gert. Evrópubandalagið það er eingöngu stefnt að því að lækka tíðni á salmonella typhimurium og salmonella enteritidis. Hér á landi gildir eru sömu viðurlög alveg sama hvaða típa salmonellu greinist í fuglum. Þannig við erum með miklu strangari reglur. Og nýgengi salmonella og kampýlóbakter í mönnum hefur farið lækkandi. Ég ætla bara að sýna ykkur hérna eina grein, þetta eru myndir frá sýkladeild Landspítalans alveg til ársins 2017. Þetta er nýgengi á salmonella og kampýlóbakter. Þið sjáu í rauninni það hefur salmonellan hækkað líka þarna á árunum sem að kampýlóbakter faraldurinn gekk en síðan hefur leiðin bara legið niður á við og þetta eru svona svipaglærur sem að ég ætla bara stökkva yfir innlendur upprunni þannig að við erum algjörlega réttri leið og staðan í dag hún er svo að byggt á því sem við vitum þá ættu neytendur, mín skoðan er svo að neytendur ættu að bera meira traust til íslenskra matvæla heldur en innfluttra. Þeir ættu að velja þannig íslenskt frekar en innflutt og ef þeir gera það ekki, hvað veldur því? Er það verð það eina sem skiptir máli?
Ég til dæmis velti fyrir mér hvort að maður geti ekki bara borðað eins minna kjöt og dýrara kjöt. Við erum ekki öll að borða alltaf mikið af kjöti. Þannig að ég myndi aldrei nokkuð tíma að fara að kaupa neitt annað heldur en íslenskan kjúkling. Ég get alveg sagt ykkur það. Það þarf meiri rannsóknir til að sýna fram og skjalfesta sérstöðu íslenskra matvæla. Við eigum að geta sótt viðbótarákvæði eins og hinn Norðurlöndin. Þetta viðbótarákvæði salmonellu sem felur það í sér að þessi lönd geta krafist viðbótarvottana. Þetta gerum við ekki, en við eigum alveg að geta gert það, en til að geta gert það, þá þurfum við að skjalfesta sérstöðu okkar. Og við þurfum að sýna fram á sérstöðu okkar með tölum. Og þá aftur komin að rannsóknum og peningum. Allavega, svo er það bara einn í lokin. Það er hægt að fá, það allavega þegar maður búið að útrýma öllu öðru, að þá geta komið mjög undarlegir faraldrar. Þetta komið faraldur, kampýlóbakter faraldur í Svíþjóð, þar sem að menn í hjólreiðakeppni smitast af kampýlóbakter, og þetta gerst vegna þess að þeir voru allir spóluðu sig í gegnum jarðveg sem var mengaður af kindaskít og kampýlóbakter, og þetta unni bara ringdi yfir þá þegar það andað þá að sér og glyft og ég veit ekki hvað. En allavega 50 reiðhjólamenn fengu þarna. Og svo bara takk fyrir. Það er kærlega fyrir Vala. Spurningar, Árni? Já, við okkar að borða hefur einhverjar upplýsingar mögulegt smit með villibráð eins og gæs og væng og eitthvað. Því að nú þetta meðhanda heimaskilur og Nei, en það náttúrulega, ég væri nú hræddari við sníkjudýrin ef þú ert með hrátt. Já, en ég En nei, gampir og allan að enga þurft hann ekki faraldra en eitt svoleið sem ég kannast að maður hef heyrt um. Nei, kannski faraldra. Spurning hérna? Það verið mikil aukning og vinsældir eða tísku fyrirbrigði að gefa hundum Hráfæði, já, ég var að... Af þessu höfum við nokkur ágjur, en hafði orðið vörur einhverja aukningu í salmonellu og kampýlóbakter? Nei. Þegar maður sér reglulega á netinu að það Ég veit að hundar... Þú er því að hundar séu með ensím sem að verja þá gegn þessum bakteríum. Ég sá bara í gæri mitt hvar fæ ég hráfæði fyrir hundi minn. Já. Maður alveg bara hérna. Já, og líka þetta er haldið að fólk heldur að hundarnir geti ekki smitast. Já. Þetta er ekki orðið varin en Nei. En kannski dýralæknar kannski á klínikum, ég veit ekki hvað. Er ekki allar klínikar lokaðar í dag eða hvað? Það er svo margir hérna. Spurning hérna? Já, ég var bara versta fyrir mér því að það er svona algengt að kampýlóbakter sé í nautgripum í skýrnum og þetta. Já. En hvað þá með nautakjöti? Nei, eitt af því sem við kannski verið líka svolítið hissa er einmitt bara þegar horfum á salmonellu að þú finnur kannski, það er kannski viðkennt að þú getur fundið salmonellu í alifuglum og svínum, en alifuglaslátrun er einhvern veginn þannig að það er meira hætta á að þú dreifir smiti á milli skrokka, en ég hef á tilfinningunni að svínaslátrun sé þannig að þú bara kippir innyflunum út, þannig að það er miklu minni hætta á einhvern veginn þú mengi kjötið. Og með nautgripa, ég var miklu hræddari við mjólkina, kúamjólkina, og það er alveg dæmið þar mengun að fólk smitist á bæjanum. Ég hef ekki held það. Og það er náttúrulega, svo er það náttúrulega bara ef þú meðhandlar þetta rétt, ef þú náttúrulega ert ekki með, og það er náttúrulega eins og með alifuglana, að ef þú ert ekki með grænmeti, ef þú setur ekki soðikjöt eða steikt kjöt aftur á brettið þar sem þú varst með hráakjötið og þú skilur á milli, að því að þú ert búin að elda matinn, þá er allt dautt. Og ef þú fyrir ekki að skera, og ég meina það voru dæmi um það að grænmetisæturnar fengu matarsýkingu en ekki þeir sem var bara kjöti, en það var það vegna þess að grænmeti hafi verið skorið á sama bretti og kjúklingurinn. Þú veist meina? Ég meina bara öllur það fram á þessu og
En þessi nýja matartækni er svo víðsátt og þess að þú varst við einhverjum frá því? Já, það ekki ná bara einhver ákveðin kjarnahita, þetta er spurning um kjarnahitasti held ég, sko. Getum tekið eina spurningu í viðbót. Mér sem með skápuna, þegar kjúklingarna, það leggst inn í Já, það, inn í kjötið og skápuna yfirleitt í stafnum, þannig að þeir... Og kampýlubakter þolir illa þurrk, það er eitt af þeir sem er... En það sem við varum að spyrja, við erum að setja þetta á því að það kúkandi túristum út um á. Já, nú erum við komin á, já, nú erum við hérna, já. Þeir bara leikum að drykkjavatni og... Já, sko ég held að sé, þar er ógnin og ég var bara með á mikið að glærum, en ég var alveg með eina mynd af kúkandi, eða svona hringrás, möguleiki á kúkandi ferðamönnum, sko. Það er... Það hefur verið tæma sérfiskonga í voru ég Já. og þau myndi hittifásum í... Ég væri miklu hrættari við þá, sko, svona þér að segja. Og svo græmið ekkert, sko, innflutt. Og krókudílar eða þeir verið með. Krókudílar, ef þú eldra nóg vel, þá er alltaf leið. Það eru margir fletir á þessu og passa sig þessum er út að hjóla. Þakka að kærlega fyrir. Þá er næst á dagskrá Þórunn Rafnar Þorsteinsdóttir og hún ætlar að segja okkur frá sýklalyfjaónæmum bakteríum í dýrum á Íslandi.